Hluti af okkar vinnu fyrir þennan veitingastað náttúrulega bara þróun á matseðli og við munum prófa okkur áfram með kjötið, við munum prófa okkur áfram með brauðið en við ætlum líka að prófa okkur áfram með eftirréttina. Og það svona mín skoðun, það tvennt sem að klárar góðan mat, það góður eftirréttur og gott kaffi. Fólk kemur pottitt einu sinni, við trúum því alveg sko. En til þess að koma aftur, þá þarf maturinn að vera í lagi. Og við erum búin að togast á hennar matseðil fram og tilbaka. Við erum mjög ólíkir þegar kemur að matagerð við Jói. Annars vegar sko, þá hann svona gourmet kokkur og ekki það að ég sé ekki líka, ég bara kannski ekkert að nenna að hafa fyrir því. Ef við fyrir saman í bústaðaferðið þá kemur hann með sveppi og gráðost og svona grilla og tekur kannski 40 mínútur, klukkutími að hafa til matina meðan ég skelli bara tveimur kótilettum á grillið og grilla það bara vel og hafa með kartöflusalat. En Simmi, þú veist, hann þarf bara nógu stóran skammt, þú veist, til þess að vera sattur og svo klárar hann alltaf allt og yfirleitt líka ef ég klára ekki þá svona þú, allir ekki búin að meira þessu og tekur það svona til sín og klára það sko. Það getur samt verið alveg óþolandi að fara með honum út í búð. Segjum bara að kaupa bragðarriff. Hann veit fá að smakka nokkra tegundur áður en að festi kaupa á þessum ís. Simmi til dæmis myndi aldrei kvarta á veitingastað. Aldrei. Honum finnst það bara eitthvað óþægilegt. Hann hefur fengið vondan mat og svona, þetta nú ekki sérstaklega gott. Samt klárar það allt. Og svo líka hann mjög pikki á það hvernig maturinn sé steiktur og svo framvegis. Meðan ég kannski svona meira bara, þetta að segja fæ, ok, ég borða, ég hefði viljað hafa þetta aðeins betur steikt en, veist, þetta ekki að skemma kvöldið. Þyngra fyrir mig. Ég þyngri en Jói. Það ekki mér að kenna. Og lyfta. Það skýta á mig. Spáðu þessi mig, hvaða styttu óféti þetta? Þetta er reðurdán. Þetta þá reður með einhverjum voðalega sérkennilegum kynsjúkdóm. Ég held að það sé bara ekta afsteypa af tippinu að Bjössa. Voðalega æðaber, eitthvað. Nei, hei. Hæ. Býtu, þið ekki bara að smakka þessa skyrtertu? Já, nei, það bara í dag, sko. Svo erum við að fara að veiða eins og vindur. Nú, ég vissi það ekki. Já, sko, hún bauð í þessa veiði, hún Erla. Já. Því að áin alveg við hliðina á hótelinu, sko. Þá kannski ná eitthvað aðeins að kasta út, sko, á milli þess að við erum að smakka. Ok. Hún þarf að baka alveg margar típur af kökunni, þú veist, og svo kannski mistast einn og svo þurfa þær alltaf að hefast og svona. Skyrtertu? Já, menn. Skyrtertu þurfa nú ekki að hefast? Nei, já, þú veist, við kunnum ekkert á þetta testidót, sko. Þú veist, við þurfum að læra þetta alveg frá grunni, sko. Þetta verður vinna, sko. Þetta verður mjög mikið vinna og svo er gaman að geta aðeins, þú veist, létta aðeins á sér. Skilji. Góða veiði. Og nú fá maríulaxinn, þetta sinn. Já. Já, elskugur. Þú sagði strákarna. Hvað? Við erum bara að fara að smakka þessu tertu. Já, ekki spurning. Ekki spurning. Skiluð þetta bara eftir? Já. Nú erum við að fara að veiða. Já. Ferskur? Já, ég það. Ég vissi reyndar alveg að þeir voru að fara að veiða. Bara svo fyndi þeir eru að læðupúkast eitthvað svona. Það verða þeir svo vandræðalegir, asnalegir. En það það allan bara vonandi að þeir komi þá með lax í soðið, maríulaxinn langþráða.
Hvenær byrjum við svo að veiða? Ég veit það ekki. Morgun, sko. Örugglega bara 7, 8. Við þurfum að fá allar upplýsingar það. Við þurfum ekki að missa af. Hérna er þetta. Hugsið ykkur tilviljunina að hérna á Geirlandi, rétt fyrir utan Kirkjubæðarklaustur, þar finn ég bestu köku sem ég á ævinni smakkað. Og hver býr hana til? Fyrsti lærði kvenkyns kokkur Íslandssögunnar, sem gerir náttúrulega ekki bara kökuna svona góða, heldur sagan er líka svo góð og hún er svo flott. Hvað segir þið, búið að vera fín veiði? Já, mjög góð veiði. Já, frábært. Ertu bara að veiða það? Já, við erum svolítið spenntir, sko. Ertu vanur? Já, svona við erum aðeins. Það er farið þarna niður eftir, er það ekki? Jú, áin liggur hérna fyrir neðan og hérna eftir. Já. En við ætlum samt að koma og smakka skýrtertuna. Já, fyrir veiði. Já, fyrir þessu veiði. Já, við erum að kíkja á það. Jói getur verið svo taktlaus, sko. Við erum komin 3 tíma akstursleið frá Reykjavík hingað til Geirlands til að smakka eitt best geymda eftirrétta leyndarmál Íslandssögunnar og hann er bara að hugsa um að veiða. Erla hefur ekki hugmynd þessa á, skilur, hún stýrir henni ekki. Það er stangveiðifélag Keflavíkur sem stýrir Anni og hann gerir ekki annað en tala um veiði. Ég vissi hann sé bara búin að gleyma því af hverju við komum hingað, sko. En hann á eftir að fatta þegar hann smakkar tertuna. Eins og ég sagði við þig Erla í síma, sko, þá erum við að fara að opna veitingastað, Hamborgarafabrikuna og við viljum leggja upp úr mjög góðum, sko, eftirrétti. Og eftir ég smakkaði skýrtertuna hjá þér þá hef ég alltaf getað hugsað annað, sko, og ég er búinn að segja Jóa frá þessu aðeins. Viljið þið smakka hana núna eða seinna? Já, ég er núna spenntur, ég get ekki neitað því. Ég er búinn að tala svo mikið um þessa tertu, sko. Það skal ég bara ná í köku Já, gerðu það. Svo getur við spjallað um það. Já, endilega. Frábært. Erla, hvenær er farið út á morgun? Bara svo við séum með tímasetningun á hreinu. Ég með byrju 7. Að veiða? Já. Ok. Ég ætla að vona að hún smakkist vel, strákarnir. Svakalega flott, maður. Er þetta kirsuberja? Byrju þessu vel. Þetta er svona blönduð berjasósa. Þetta er bara Svakalega flott. Ég ætla ekki að íkja neitt, sko. Þetta er á nokkuð slöfa einn besta kaka sem ég smakka. Nú sem ég búinn að tala um þessa tertu í svona 2 mánuði, samfleitt. Alveg, hann hættir ekki og maður hefur deilt í það með 2-3, sko. Af því að hann á það til að íkja, eða svona, ef honum finnst eitthvað gott, þá svona spænar það aðeins upp, sko. Þannig að maður tók þessu svona alveg temmilega bara með fyrirvara. En nú smakkaði ég kökuna og þetta er bara besta kaka sem ég smakkaði. Við þurfum meira að doblaði bara til að sýna okkur hvernig hún er búin til. Það er lítið mál. En þú ert til í að láta okkur eftir uppskriftina? Já. Að sjálfsögðu. Og við myndum minnast á það á matselnu líka. Mér finnst bara að finnast það æðislega gaman. Hvað þetta skýrtertu Erlu? Mér finnst bara sjálfsagt að þeir fá uppskriftina af skýrkökunu. Ég vona bara hún eftir að njóta vinsælda hjá þeim. Þeir eru í engri samkeppni með ég er bara stolt af því að þeir hafi leitað til mín að fá hana. Eru ekki klárir? Hvað er þetta að gera? Ég er að veiða, kallinn minn. Nú erum við að veiða. Ég skal keyra bara. Þetta er bara eitthvað við hliðinni. Já, ég veit það. Bara með bjór og svona. Við erum svona einn dag kannski eftir. Já, við erum bara að fara í gegnum alla kökurnar, sko. Býta aðeins, ástu mín, býta aðeins. Erla, ertu með 200 grömm eða 300 grömm af smjöri? 200, já. Nei, ok. Nei, við erum bara fullu í þessu, sko. Núna. Geirlandsferðin, hún var æðisleg. Ég veiddi minn fyrsta lax, veiddi Maríulaxinn. Reyndar þegar ég veiddi hann, þá var það sjóbirtingur.
Jói makkarinn minn í þessari veiðiferð, hann var nýbúinn að draga lax að landi sem var hængur og þegar ég dró mína hrygnu upp að þá úrskurðaði hann fiskinn sem sjóbirting af því að hann var svo ólíkur hængnum hans. Þetta voru bara ótrúlega líkir fiskar, grínlaust. Þannig að ég lét nú bara taka mér svona eina mynd, svona frekar allt í lagi sáttu með sjóbirtingi minn. En svo komum við í veiðiskálan og þar upphófst drama því að þeir sem þar voru sáu aflann okkar og úrskurðuðu minn lax og hans sjóbirting. Og Jói, hann, nei, þetta er sjóbirtingur, þetta er lax. Já, ég hafði eiginlega af Simma Maríulaxa mómenti sitt. Það var ekki uppáhalds augnablik mitt í lífinu. En eitthvað bara svona generíst, bara, þú veist, hambúrgarafabrikan, góðar stundir. Bara good times á ensku. Góðar stundir? Já, af því að þú átt... Þetta mötuneytið á Hrafnistu. Þú átt góðar stundir. Mötuneytið Hrafnistu hérna, útibú mötuneytið í Hrafnistu er komið núna í Höfðatún. Mér langar að fá hana hérna, leikkonu hana Margréti Vilhjálms til þess að lesa. Hún er með geðveika rödd. Svolítið svona smóki og... Svo hún alltaf allsbyrja öllum kvikmyndum. Hún er rauðhærð eins og þú líka. Ég held að Margrét Vilhjálmsdóttir gæti gert hambúrgara kynásandi. Hambúrgarafabrikan, trótonum minn. En það er ógeðslegt. Er það? Já. Hambúrgarafabrikan. Við fundum ekki slókan. Já, heimsókn okkar á Geirland var virkilega vel heppnuð. Ég er rosalega ánægður með það. Við fengum þessa frábæru uppskrift af skírtertunni og við ætlum ekki að ráða bakara á veitingastæðin, þannig að við ætlum að leita til besta bakara landsins, Jóafél, og freista þess að fá hann til að hjálpa okkur aðeins með þetta að útfæra kökuna og setja hana á 38 tómurnar. Þetta verður spennandi. Tjekka á þessu. Bye bye. Hvað segir þið? Fínt, þetta var umbóðsmaðurinn hans Jamie. Oliver? Já. Og hvað? Þetta er bara allt að gerast. Í alvöru? Já, hann er bara hann er mjög bjartsýnn á að hann komi inn. Það er bara þannig. Kíkjum á Jóa. Já, hann er hann. Hérna, eins og ég sagði við í síman, þá fórum við á Geirland og fengum þessu öskvít. Og ég ætla nú bara að sýna þér hana. Varstu með hana? Já. Handskuð. Bara beint úr sveitinni? Já. Þetta lítur nú vel út, sýnist mér. Sko, þetta er skírterta sem er hennar orginal. Já. Og auðvitað langar manni til þess að bara bjóða upp á hana. Það er ekkert mál að gera þetta. Nei, þú getur gert þetta? Já, þetta var ekkert mál. Og ég finn strax á henni góð. Hún er mjög vinsæl hjá henni á Geirlandi. Það er það? Já, liðið sem er að gista hjá henni er að kaupa hann og borða hana dag eftir dag. Já. En svo langar okkur að hafa aðeins breiðara úrval af kökum. Já. Og við erum ekki að fara að ráða okkur bakara þetta niður til. Þannig að það væri frábært ef við getum kannski hugsað þetta eins í sameiningu til að byrja með. Já. Mér líst mjög vel á það. Það verður ekkert mál. Þetta er svona orginallinn. Svo er gaman að búa til kannski einhverja, þú veist, karamellútgáfu eða búa til jarðarberútgáfu eða búa til einhverja svona. Já, bara byggjum á þessari og gerum svo einhverja góðar. Þetta er allt bara í hausnum á mér núna, nú þegar, sko. Ok. Við erum að fara, Jói, til Boston. Já, ok. Þú ekki bara koma með okkur þangað? Við erum að fara í næstu viku. Í alvörni? 3 daga túr. Ég hef aldrei komið til Bandaríkjanna. Hefur aldrei komið til Bandaríkjanna? Þú ert að grínast. Rosalega verið það gaman. Hefur aldrei komið til Bandaríkjanna? Það er skemmt. Það verður rosalega gaman. Þú hefur aldrei heyrt talað Cheesecake Factory? Nei. Þeir eru með svona svakalega tertur. Við erum að tala bombur hjá þeim, sko. Þeir eru með svona alls konar varið, svona svakalega mikið úrval og þetta er náttúrulega, skammtarnir eru gríðarlegir, sko. En frægi fyrir ostakökur. Svo við getum gert það skiltertum. Förum í smakkferð til Boston, skoðum þetta betur. Það er brilliant. Það er á þriðjudaginn? Já, þriðjudaginn. Æðislegt. Boston. Snillt. Takk fyrir þetta, Kalli. Verðum við sambandi. Sjáumst við. Takk fyrir þetta. Það dugir náttúrulega ekki bara að smakka það sem er í boði á Íslandi. Við verðum að smakka líka það sem er best í heimi. Skilur, þó að allt sé gott á Íslandi, þá þurftum við líka að leita þess út fyrir landstyrjana bara eftir innblæstri. Sjá bara nýja framandi ferska rétti.
Allt glæsilegt? Já. Ykkur leið að fá töskuna aftur? Nei. Ég ætlaði nefnilega að taka handsprengjurnar með í handfarangur, sko. Nei. Sko, hann alveg stundum á mörkum hins byggilega heims, þessi drengur, sko. Þú veist, þú segir ekki sprengjubrandara, hvorki í lobbyinu, né í flugvélinni, né neinstaðar, sko. Þú veist, nú er bara lentur í einhverju bölvuðu vandræðum. Þetta bara vesen. Ég nenni ekki að fara að eyða einhverjum klukkutímum, missa af þessu flugi, það búið að plana þessa ferð út í hörgul, sko. Ég bara ekki að nenni þessu, í alvöru talað. Og ég meina, ef hann kemst ekki með, þá bara kemst hann ekki með. Þá hann bara ekki í þessari ferð. Þá sendum við bara smakkpröfur, skilur. Sjáðu þetta? Það bara var að fara með hann. Það var að fara eitthvað með hann. Má bara ekki segja svona brandara í hvort sem þú ert í flugstöð eða flugvél eða þú veist það. Þeir voru ekkert að tala um það við mig, sko. Þeir voru bara að ræða við mig sko bara hvort þetta skemmt ásótti hjá þeim eða eitthvað, skilur. Don't worry, man. Don't worry. Sko, ég hef sagt áður að Simmi fær rosalega mikið af hugmyndum. Koma rosalega svona mikið af hugmyndum. Margar slæmar, sko, en alltaf ein og ein sem mjög góð. Og hann fékk hugmynd á hann. Hann reyndar sannlega að fá fullt af hugmyndum bara núna sofandi, sko. Hann fékk eina á hann, af því að inn á staðnum okkar ætlum við ekki að vera með barnahorn. Hann tekur bara mikið pláss. Datt í hug, þegar hann horfði inn á DFD-spilarana í sætunum, að bjóða bara barnafjölskyldum upp á DFD-spilara fyrir börnum. Vera bara með eitthvað prógramerað barnaefni, foreldrar koma inn, fá DFD-spilara, börnin sitja við borðið allan tímanum meðan fjölskyldan að borða, þarf ekki að fara og vera að horfa á eftir börnunum í eitthvað barnahorn, sem mjög góð hugmynd. Og Æsland áörugglega gám af notuðum DFD-spilarum eftir að þeir settu þetta allt saman í sæti. Nú þá bara að kaupa þá. Þá erum við búin að leysa þetta barnahornsmál. Sjáu þið strákið. Svo sefur þetta bara. Það eru 4 ár síðan ég kynntist Cheesecake Factory, en við kona fórum í helgarferð til Boston og hún dró mig þarna inn og hún hafði áður komið þarna margoft, enda flugfreyja og flugfreyjur fjölmenn alltaf á Cheesecake Factory leið að lenda, hvar sem það í Ameríku. Og eftir að hafa komið þarna einu sinni þá fer maður þarna aftur því að bæði eru eftirréttirnir alveg gjörsamlega ómótstæðilegir, en svo líka gera þær mjög mikið úr aðalréttunum sínum og hamborgararnir eru mjög vel útilátnir, þannig að þetta virkilega skemmtilegu veitingastaður að koma inn á. Já, þetta nú ekki alveg, stærsta herbyggi sem við gátum pantað í Boston, sko. Við ákvaðum að velja frekar staðsetningu og lágt verð frekar en að fara að eyða á miklu peningum, en það ætlum við bara að sofa hérna, skilur. Við ætlum ekkert að halda partí hérna, sko. Fyrir utan það að það væri ekkert hægt að halda partí, sko, því að konundur okkar þær náðu að versla þess á netinu. Þær eru náttúrulega ófrískar, sko. Og við gátum ekkert verið í minna herbyggi bara út af Ingabórum, því þetta er fyrsta sending af 2, sko. Það er önnur á leiðinni. Sjáðu þetta rúmið hérna, svakar. Þetta er sko rúmið mitt og Simma. Þannig sváum við í nótt. Það var að koma svar frá Cheesecake. Þau fengu nei. Við megum ekki mynda á Cheesecake Factory. Jóhannes, thank you for thinking of us. However, we will pass on this opportunity. Good luck with your show
and have a wonderful time in Boston. Sincerely, Gloria. Ég sendi henni 3 blaðsíður af sleikjuskap á netinu. 3 blaðsíður. Hvað við værum æðislegir og hefðum stjórnað Idol og ble. Ég veit ekki hvað og hvað. Já, veitum við. Ég kallaði hann alltaf Estelle. Hún heiti Gloria. Sko, lastu þetta sem ég sendi? Já. Já, þetta var bara eins og frá doktor í enskum fræðum og kurteisi frá háskólanum með langar ógeðslega að koma á veitingastæðin, sko. Ég alveg henni tala. 3 síðna e-mail hérna til þeirra. Það var alveg sko, hello Estelle. I hope I remembered the name right. Reyndar heitir hún Gloria, sko. Það kemur... Kallar hana Estelle? Já. Þetta kostaði okkur heimsóknina. Nei, það gerði það ekkert. Þetta kostaði okkur heimsóknina. Ég sagði hérna, I hope I remembered the name right. Við erum með litlar myndavélar, svona heimilismyndavélar og ætlum að þykjast vera túristar að stekkja Jóa fel. Ætlum bara að panta okkur fullt af góðu mat og smakka þetta. Skulum bara vinda okkur inn og sjá hvernig það gengur. Cheesecake heimsóknin var mjög góð. Hinni kokku við fullt af góðum hugmyndum í tengslu við matseðilinn. Við erum að panta hérna litlu mini-hamborgarna, kjúklingasticks, við erum að panta buffalo blastið, sko buffalo wings, hérna kálvafningana þeirna, þú svona að tala mjög lengi. Smökkuðum þarna Thai wrap sem var svona grænmetisforréttur sem ég hef mikla trúa með kjúklingi og öðru. Það var að taka blaðið hérna. Þú ert að setja kjúklingin hérna í. Það er ég sinn, sko. Og gulrótir hérna, þetta er svona wrap. Þú mátt að nota salatið. Cheesecake stóð fullkomlega undir væntingum. Þetta var frábær matur, skemmtilegt umhverfi og nokkri réttir hérna sem var mjög gaman að prófa heima. Salatblöðin þarna, vafningurinn, var að koma vel út. Mini-burger hugmyndin flott líka. Og það var alveg einn eða 2 aðrir réttir sem væri mjög gaman að sjá hvernig kom út heima. Tökum Factory Burger. Tökum hann í staðinn. Tökum Classic Burger. Hver er munurinn á Old Fashioned Hamburger og Classic Burger? Það er majónes á Old Fashioned. Já, við borðum 7 mismunandi hamborgara og deildum á milli okkar á Cheesecake. Þeir voru misjafnir, margir góðir. Kalkunarburgerinn kom vel á óvart, hann var góður. Skemmtilegt tvist að vera með svona kalkunarburger. Baconburgerinn, hann náttúrulega klikkar aldrei. Það er allt gott með baconi, það er alveg saman hvað það er. Stærðin, sumir og stórir, aðrir þarna passlegir. Orginalinn er virkilega flott stærð en það er hægt að gera þetta kannski aðeins öðruvísi á. Berry-köku, strawberry. Strawberry cheesecake. 30th anniversary chocolate cheesecake. Do you think we eat a lot? That's good though, I guess. It's like American. Jói fel, þegar hann komst í kökurnar þá náttúrulega áttuðum okkur á því að hann er bakari bakarana. Hann til dæmis komst að því að súkkulaði tertan, það var ekkert nema kakóterta. Og en enga síður, undirstaðan var mjög skemmtileg og við fengum fullt af hugmyndum eins og í kókosskýrtertunni. Þannig að þetta lofa mjög góðu og ég sé ekki eftir því að hafa dregið þá með okkur Hinna og Jóa fel. Borða þessar frábæru ostakökur, súkkulaðikökurnar. Sko það eru 10 hæða súkkulaðikökurnar. Þetta verður ekkert mikið betra. Eins og kökurnar eru góðar, þá þurfum við samt að breyta þeim aðeins af því að þetta er svolítið amerískt. Þannig að það verða mjög svipaðar, en við notum íslenskt hráefni. Við verðum með íslenskan ost, við verðum með íslenska rjóma og íslensk skyr. Þannig að ég held að þetta verði jafnvel betra hjá okkur hérna heima. Það var gaman í Bandaríkjunum. Ég held að strákarnir séu líka mjög ánægðir með það að hafa boðið mér til Bandaríkjanna í fyrsta sinn. Við tala það sko á 10 mínútna fresti.
maður komin heim frá Boston. Maður er alltaf svo rítjulegur eftir svona flug frá Ameríku. Þetta var svona toppferð sko í alla staðir. Mikið borðað. Rosalega mikið borðað. Djöfull át Simmi maður. Hann át á svakalega mikið. Ég hef reyndar svolítið áhyggjur af skammtastærðunum hans sko, svona yfir höfuð, þú veist. Það er ekki breik að við séum að fara að bjóða upp á svona skammtastærðir á Íslandi. Ég ætla að vona að hann hafi ekki smitast of mikið af cheesecake sko. Þetta er svona stærðir að hans skapi eiginlega. Ég kannski svona átum fullmikið, eða ég allavega, pínu áhyggjur af þessu. Hefði kannski átt að sleppa hann að klára matinn minn.